Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 19 af þessu hlaðvarpi. Í dag komið að því. Jólin eru liðin og ég get farið að tala þetta sem að ég búin að ætla að ná að minnast á og tala síðustu 3 þætti. En ég ætlaði sem sagt að tala áramót og þá íslensk áramót. Ég ekki viss að þetta verði endilega mjög langur þáttur, en það eru klárlega einhver atriði til þess að minnast á sem að eru tengd í nýju ári á Íslandi. Ég held að það sé mjög víða menning fyrir því að á milli jóla og nýjárs sé fólk í svona einhvers konar móðu, in a haze, að jafna sig eftir jólin, að hafa borðað yfir sig og fengið allt of mikið af sykri sem að líkaminn þarf bara að ná að vinna úr. Og það sest svona á andan. It sets on the spirit. Og það lítið hægt að gera sem að mjög praktískt eða sniðugt. Það erfitt að koma hlutum í verk af því að það að fara að koma frídagur aftur eftir svo stuttan tíma. Fólk fer kannski að skipta gjöfum eða skila þeim ef það var algjörlega glatað, það sem þau fengu í jólagjöf. En það líka skipt mjög mikið gír. Eiginlega leið og jólin eru búin, þá verður mjög mikið af auglýsingum og svona búðum komið upp hér og þar. Svona eins og það sem á ensku myndi heita pop-up búðir. Þar sem að ýmsir aðilar, eða öllu heldur ýmis félög, eru að selja flugelda. Ég ekki viss að það sé endilega rétt meðfarið að fullyrða þetta, en Ísland líklega það land sem að eyðir hvað mestum pening í flugelda á hverju ári á haus, as in they spend the most money on fireworks per capita. Við sprengjum ótrúlega mikið af flugeldum á hverju ári, sem að bara gamall siður sem að fær ekki að þurrkast svo auðveldlega út, þó að þetta mengi svakalega mikið og hér bil peningasóun, þá gerum við þetta ennþá og ár eftir ár erum við að sprengja upp fleiri milljónir króna af flugeldum. En hvernig stendur á því? Hvernig leyfum við okkur að gera það? Málið að þeir sem að selja þessa flugelda eru að fjármagna sjálfan sig, og þetta eru ákveðnir aðilar sem að ég held að séu hreinlega þeir sem að eru með leyfi til þess að selja svona sprengiefni til almúga. Og þetta eru björgunarsveitirnar okkar. These are our rescue squads. Þegar að fólk týnist úti í náttúrunni, verður undir snjóflóði, týnist á jökli eða fjalli og það þarf að bjarga þeim í íslenskri náttúru sem að ótrúlega hættuleg og kvikul, þá þarf mjög sterkt lið og vel stutt lið til þess að ná að bjarga þessum einstaklingum. Því maður veit aldrei hvað það sem að maður mun þurfa þegar að maður fer að bjarga einhverjum sem að hefur lent í einhvers konar óhappi eða orðið úti í óveðri. Þá þarf maður að eiga allt til alls. Það eru dýrir jeppar, það eru mjög dýrir búningar og dýr búnaður sem að hver og einn sjálfboðaliði, það volunteer, þarf að kaupa sér
til þess að geta tekið þátt í þessum björgunarverkefnum. Því að þessi verkefni sem að björgunarsveitirnar vinna eru sú vinna sem að til dæmis bandaríski herinn myndi taka á sig þegar það þarf að leita einhvern svona uppi, eða þá að mjög efnaðar lögregludeildir myndu sjá svona. Við erum ekki með þannig kerfi á Íslandi þar sem að þetta er hægt, af því við fjármögnum ekki her, við erum ekki með her á Íslandi, en við þurfum á þessu að halda. Og landið er líka ótrúlega stórt og fáir á landinu. Þá þegar að einhver týnist, þá þarf bara einhverjir í næsta bæ að fara að leita, og þá með þessum dýrabúnaði og allt sem að fylgir því sem að kostar. Þannig að þetta fólk er að sjálfsögðu hetjurnar á Íslandi. Þetta fólk sem að sér að bjarga manni þegar maður er í hvað mestri hættu, þau sem að koma og finna mann, eru þau sem að eru að selja þessa flugelda. Þetta er helsta fjárveitingarleiðin sem að björgunarsveitirnar nýta sér. Þannig að við sem að kaupum þetta ótrúlega magn af flugeldum lítum ekki á það sem peningasóun. Þarna erum við næstum því bara að segja takk fyrir að gera allt sem að þið gerið, og við viljum að þið haldið því áfram og gerið það eins vel og þið mögulega getið. Ég skal alveg kaupa af þér flugelda fyrir 200.000 krónur fyrir hönd fyrirtækis míns, af því að það er að fara að vera styrkveiting okkar til ykkar, og við fáum að sjá eitthvað fallegt springa á himninum í staðinn. Það eru bara mjög góð viðskipti fyrir báða aðila. En þetta allt, þessar sprengingar, eiga sér alla stað á gamlárskvöldi. Gamlárskvöldi. Old Year Night, það sem að er þá New Year's Eve. Við ákveðum að kalla þetta ekki til dæmis aðfangadag nýs árs eða aðfaranótt nýs árs. Þetta er kvöldið sem að er síðasta kvöldið á þessu gamla ári. Þannig að við erum greinilega svolítið upptekin af því að gamla árið er að klárast, frekar heldur en að hugsa nýja árið er að koma. Segir kannski eitthvað íslenska menningu og íslenskt viðhorf. En það þýðir þá líka að við erum ekki endilega að sprengja til að fagna komandi ári. Við erum kannski að sprengja gamla árið frá okkur. Þannig að þetta kvöld, gamlárskvöld, erum við að líta á árið sem að var að líða. Það er mjög rík menning í sjónvarpsdagskrá á Íslandi á gamlárskvöldi. Eða jafnvel gamlársdag er það orðið. Þá eru sýndir þættir og framleiddir þættir sem að eru bara sýndir á þessum degi. Fyrsti þátturinn sem er sýndur, sem að er hefð fyrir, er þáttur sem að heitir Kryddsíld, þar sem að öllum formönnum stjórnmálaflokka á Íslandi er boðið í einhvers konar danskan hefðbundin hádegismat, og þá eru friðsamlegar pallborðsumræður það hvernig árið hefur liðið innan stjórnmála. En svo þegar að líður að kvöldinu fáum við að heyra líka mjög hefðbundna hluti. Og þá ber alfyrst að nefna að það er ávarp forsætisráðherra okkar, þar sem að sitjandi forsætisráðherra fær að fara yfir mál nýliðins árs og þess sem koma skal í einhvers konar hátíðarræðu. Takið þá eftir þetta líka að þetta er forsætisráðherra, the prime minister, sem að gerir þetta á gamlárskvöldi. Því á nýjársdag, New Year's Day, þá er það hátíðarræða forseta Íslands, the actual president of Iceland. Þannig að sá sem kveður gamla árið er forsætisráðherrann, og sá sem að tekur á móti hinu nýja ári og veitir okkur inn í það er forsetinn.
Svo eru hinnir típisku hlutir sýndir í sjónvarpi líka þar sem að farið yfir fréttir á liðinu ári, rifja þeir upp þeir hlutir sem að gerðust innan menningarinnar, innan íþrótta, innan heimsfrétta og jafnvel innan popkultúrs, hlutir sem að maður hefur jafnvel ekki munað eftir eða tekið eftir kannski. Ég sjálfur horfi til dæmis ötullega og ítarlega á fréttaannálinn The News Annal af því að ég bý í útlöndum og ég hef kannski mist af einhverjum hlutum sem að voru að gerast á Íslandi af því ég var ekki að fylgjast með á réttum tíma. Það gáttu kannski verið einhverjar mikilvægar umræður eða viðburðir sem að gerðist sem að hreinlega fór fram hjá mér, sem að ég vundi þá bara missa af ef ég fengi ekki að sjá þetta þarna. En ok, nú er ég búin að tala sjónvarpsþætti á gamlárskvöldi í 5 mínútur. Ég er að leiða mig sjálfan upp að þessum punkti sem að örugglega ríkasta hefðin í dag sem að tengist áramótunum. Þá fyrir utan flugeldana. Og það það sem að heitir skaupið. Áramótaskaupið grínþáttur sem að framleiddur á hverju ári. Það nýr þáttur framleiddur í hvert skipti. Þetta samansafn grínþátta, þar að segja sketsa, sem að yfirleitt með 900 höfunda teymi á hverju ári og ekki endilega gert af sama teymi í hvert skipti. Þar sem að gert grín að íslensku þjóðfélagi og hvernig það hefur litið út síðastliðið ár. Þannig að þetta svona efnisbundið grín, topical comedy, gert á hæsta stigi til þess að vera sýnt einu sinni eða tvisvar. Þetta grín sem að verður gamalt og úrelt bara strax og það búið að sýna það. Becomes dated basically just as soon as it's shown. En verður þá líka einhvers konar archive af því sem að gerðist á þessu ári í mjög skrýtnum búningi. Það til dæmis mjög áhugavert að sjá hvernig íslenskt grín og hvernig íslenskt samfélag hefur þróast með því að skoða gömul áramótaskaup. Því að þetta skaup hefur verið framleitt í að minnstakosti 50 ár. Þannig að það hægt að sjá hvernig við höfum verið að gera grín að okkur sjálfum í þetta langan tíma. Og það má heyra að það hér bil allir á landinu að horfa á þetta. Af því að á gamlárskvöldi þetta eiginlega eina stundin þar sem þú heyrir aldrei í flugeld. Eða í það minnsta mjög lítið. En leið og skaupið búið, þá fer allt á loft á ný. Alveg þannig að þegar að það kemur miðnætti, þá næstum því farið að verða erfitt að sjá flugeldana fyrir reyk. Því að við erum búin að sprengja svo mikið á hálftímanum á undan að við tökum alla eftir því þegar að sjálft augnablikið kemur, þegar að nýja árið komið. Þegar við náum miðnætti. Við teljum ekki beint niður eins og siður fyrir í Bandaríkjunum eða örugglega fullt af fleiri löndum. Nú dettur mér bara þau í hug því að þetta svo ríkur hluti af þeirra popkultúr. Að það sé eitthvað eins og á Times Square þar sem að það kúla sem að fellur niður og þegar hún komin niður þá nýtt ár komið. Við erum ekki með þetta. Ef eitthvað þá erum við með eins og á jólunum, sem ég sagði í jólaþættinum, þá erum við með kirkjuklukkur sem að hringja í útvarpi og eldgömul upptaka af áramótasálm flutt í útvarpinu samkvæmt sið og venju. Og svo frídagur daginn eftir. Þannig að allir geta farið niður í bæ og djammað. Þó að það sé ógeðslega kalt og örugglega ógeðslega vont veður, þá þetta mjög rík menning að allir fara í partí eða niður í bæ á gamlárskvöldi og eyða svo nýársdegi
í ástandi sem að afleiðing þess hvað þú gerðir kvöldið áður. Ég ætla að fá að orða það þannig. Kannski að ég nýti aðeins stund til að tala síðasta atriðið sem að tengist þá kannski hátíðarhöldunum yfir höfuð. Og það hvernig við kveðjum jólin. Jólin eru haldin í 13 daga. Það frá 24. desember eða 25. desember, teknilega séð, og fram að 7. janúar, sem síðasti dagur jóla. Og þá höldum við brennur. Álfabrennur. So elven bonfires, sem að þá meira heiðin siður. Það ekki beint tengt kristni, en það þegar að síðasti jólasveinninn farin aftur upp í fjöll og að við tökum á móti nýju ári og ég hreinlega þekki ekki baksöguna eða the lore nógu vel til að segja nákvæmlega hvað á að eiga sér stað þarna. En þetta þá hluti af okkar þjóðararfi og þjóðsögu að þarna á 13. on the 13th þá kveðjum við jólin og getum við farið að pakka þeim saman niður aftur, koma öllu skrauti niður í kassa og byrja nýtt ár af fullum krafti. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakkaði ég fyrir að hlusta. Og ef þú hefur verið að hlusta á þáttinn, almennt, þá þakkaði ég fyrir að hafa gert það. Mér finnst þetta hafa gengið ágætlega að vera með þennan þátt. Það hefur þó gengið aðeins erfiðlega að fá spilandir vel í gang. En ég vona að þetta sé eitthvað sem að njótist þér og eitthvað sem að hjálpi þér. Og ég held að ég haldi þessu allavega aðeins áfram. En við sjáumst þá aftur á nýju ári. Þannig lengra verður þetta ekki. Þannig að þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.